Komið þið sæl, þetta Pólitíkin, 60. og 3. þáttur, ég heiti Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Við erum komin aftur í loftið eftir nokkura mánaða hlé og ætlum að senda út vikulega þætti núna á næstu mánuðum. Nú í sumar ætlum við að leggja áherslu á sveitarstjórnarmálin, en við ætlum einnig að ræða við formenn sérsambanda í flokknum. Í þessum fyrsta þætti eftir hlé ætlum við að beina sjónum okkar að sveitarfélaginu Árborg. Sveitarfélagið Árborg 8. stærsta sveitarfélag landsins og hluti af Suðurkjördæmi. Þar bjuggu 10.913 íbúar 1. maí síðastliðinn. Í kosningunum 14. maí fékk Sjálfstæðisflokkurinn 2.296 atkvæði eða 46,4% og 6 fulltrúa kjörna af 11. Hreinan meirihluta í bæjarstjórninni eftir að hafa verið einn flokka í minnihluta á síðasta kjörtímabili. Bæjarstjóri Árborgar Fjóla Kristinsdóttir og hún gestur minn í dag. Vertu hjartanlega velkomin, Fjóla. Takk hérlega fyrir. Svona aðeins áður við hellum okkur beint í bæjarmálin. Hver Fjóla Kristinsdóttir? Herðu, Fjóla Kristinsdóttir bara svona venjuleg sveitastelpa, landsbyggðarstelpa. Ég á ætti mínir að rekja til í Hjálmholt í Flóa og Stokkseyri og en var svo alltaf í sveit undir Eyjafjöllum. Að Steinum hjá Elínu og Sigurbergi, var þar í ykkur 10 sumur líklast. Þannig að í grunninn ég bara ósköp venjuleg svona landsbyggðarstelpa og hef mikla tauga til landsbyggðarinnar og sveitafélagsins. En hef búið bara á Selfossi alla tíð, utan svona Ameríku og Danmörk og holdt fyrir okkur öll að flytja hans erlendis og áttu gráði hvað við höfum það gott á Íslandi. Þannig í grunninn ég bara svona, landsbyggðar sveitakona. Og hvað kom til að þú ákvast að skella þér í bæjarmálapólitík? Veist að ég, mjög margir spurt með þessu. Ég hef verið, náttúrulega hef verið svona ópólitísk í svolítið mörg ár þar sem ég hef verið að vinna þannig störf að það bara ekki verið í rauninni leyfilegt. Var bæði, eða ekki leyfilegt, það hef ekki verið æskilegt kannski að sína það og ég var inn í Landsbanka, búin að vera þar inn í einu fyrirtækjasviði og þar á undan var ég bara hjá sveitafélaginu inn á velferðarsviði, var þar með fjárhagsaðstoð. En þar á undan var ég aðeins í pólitík. Þá var ég að vinna bara svona í kosningabaráttu fyrir Eyþór á sínum tíma og en svo eftir það svona einhvern veginn, svo bara einhvern veginn allt einu stóði fram fyrir því ég var hætt í Landsbankanum og það var alltaf að gerast heima og ég hef mjög mikinn áhuga á pólitík, hef alltaf fylgst með svona létt nördlusta á bæjarstjórnarfundi á netinu og les fundagerðir og alltaf gert og þá einhvern veginn hugsaði alltaf heyrðu vá, ég get bara látið vaða og lét bara vaða. Þetta var svona, í rauninni bara langaði mig að fara þarna inn og bara taka til minnar, láta til mín taka, skilurðu. Og nú náðu þér hreint glæsilegum árangri í vor, hreinum meirihluta og það má kannski segja að það hafi svona aðeins gustað fyrri meirihluta og ýmsi vaxtaverkir einkennt málefni Árborgar á síðustu árum og mikil skuldasöfnun samhliða því. Hver voru ykkar helstu áherslumál í síðustu kosningum og hver lykillinn að þessum frábæra árangri ykkar? Ég svo sem bara vill meina að það hafi verið bara þetta teymi, þessi frábæri hópur. Fyrst vill ég meina að það hafi verið prófkjörið. Þessi sýni bara ákveðin kjark og þarna náðum við að sýna bara breidd flokksins. Glæsileg þátttaka í prófkjörið. Já, bara glæsileg þátttaka. Það var bara hverju fundi sem viku frá viku þá bættust alltaf fleiri við. Þetta bara engan endir að taka og þetta var alveg bara einstakur hópur bara úr öllum áttum með mismunandi bakgrunn, mismunandi menntun þannig við náðum bæði að sýna bara mikla breidd bæði í aldri fólk fékk að velja vildi það fá nýtt fólk, vildi það halda í reynsluna, og þetta endaði svolítið blandað og ég bara trúi því að það sé bara grunnurinn fyrir utan það að við náðum að kynna okkur mjög vel í prófkjöri, öll lögðum bara metnað í það, mikið metnað og þar leyndir kosningabaráttan okkar hafin fyrr við gerðum allt sem hópur voru mikið að leggja áherslu á það, bara breiddina, mismunandi þekkingu, mismunandi reynslu og fólk og ekki að vera fara frekar í málefnin, ekki mannin og hafa gaman má alveg vera gaman líka
og sýna það við brennum bara fyrir samfélagin okkar, við erum náttúrulega öll íbúar, við erum notendur þjónustunnar, við erum foreldrar, þannig að þú veist, við höfum alveg skoðun á þessu sem einstaklingar, þannig að við fórum svolítið inn í þetta þannig og mér fannst bara svona fólk vera að hrífast með okkur. Líka, við vorum að tala alveg alvöru hluti, við vorum ekki bara í einhverju, það var ekki eintóm gleði, skilur, við vorum að tala fjármálin, við vorum að fara grúndið í þau og við vorum að tala það sem þarf að laga og það alltaf, þú veist, orður til alls fyrst, við verðum að geta að tala það sem að til þess að geta að laga það, því ef það er ekkit þá er aldrei hægt að gera neitt og breyta neinu og meiri sem svo varðandi bara ársreikning og annað sem bara, þú veist, maður upplifir kannski sérstaklega hjá ákveðnum aldrei að nennir ekki að hlusta á þetta, þau voru alveg að hlusta á þetta. Þau vildu heyra og vildu skilja og voru svona kannski að leggja þetta upp þannig að þú veist, hverja væri skuldurnar per íbúa og þú veist, þannig að þetta væri á eins miklu mannamáli og við gætum. Og hverjar eru helstu áskorunir í stjórn bæjarins á næsta árum? Hvað þarf að gera? Það eru náttúrulega gríðarlegir vaxtaverkir eins og þú sagðir sjálfur. Það er sveitafélagið hefur verið að stækka mjög hratt. Samt svona kannski bara eins og síðast ár 3,5% sem við myndum alveg telja bara svona viðunandi en þar á undan alveg til 2017 skilurðu upp í 6% og bara verið svona viðvarandi og þar lendi bara innviða uppbyggingin, hún er ekki náð að halda í við vöxtinn og hefur ekki verið kannski bara, ekki verið hort nógu mikið fram í tíman og þessi fyrirsjáleiki ekki verið til staðar, þú veist að horfa í það hvernig er samsetningin af fólkinu sem er að flytja til okkar, hvað er mikið af börnum, þú veist, hvað þurfum við að gera ráð fyrir. Þú veist, við erum náttúrulega nýtekin við og við erum strax að skipa í rauninni í nefnd til þess að kanna hvenær, hvar og þú veist, hvenær er næsti grunnskóli á teikniborðinu. Þú veist, þannig að við getum undirbúið okkur, það á að vera hægt að reikna þetta eitthvað út, skilurðu, þetta á ekki alltaf að koma okkur á óvart. Veist, við getum notað þær tölur sem við erum með og við eigum að geta upp að ákveðnu marki, þú veist, lagt grunn að því hvenær við þurfum að fara að stað með næsta grunnskóla, þannig að það sé búið að vinna þessu undirbúningsvinnu, það sé ekki alltaf að koma aftan að okkur. Svo stöndum við frammi fyrir náttúrulega því að fjármálin við stöndum ekki vel og við þurfum bara að fara í það að móta stefnu og fara svona yfir þetta bara í heildsinni og við erum byrjað að leggja drög á því, við erum búin að hitta KPMG sem var reyndar búið að svona binda okkur í samninga við fyrir kosningar en við erum búin að hitta þá og okkur líst mjög vel á það að setjast niður með þeim og þeir hafa verið að vinna með öðrum sveitafélögum og það er gríðarlega sterkt teymi og ég bara bind mikla voni við það að þeir geti lagst yfir þetta með okkur og við farið í svona, sveitafélög er náttúrulega ekki eins og hvert annað fyrirtæki að því leiti til að við berum ábyrgð veist, á ákveðni þjónustu og þetta er eins og olíuprammi, þú tekur hann ekkert og gerir ykkur uppbeygir og sveigir og þú veist, þetta þarf að vera gert. Fyrst er að móta stefnu og marka okkur vörður, þannig við vitum hvert við erum að fara og við getum þá farið að vinna að því, skilurðu, og það er það sem við erum bara að byrja að gera. Þetta er erfiður tími að byrja, svona vorinn, það er fólk er að detta í sumafrí og allavegana og þannig að við, þú veist, þetta er svolítið þolinmæði sem maður þarf að búa yfir akkurat núna en samt passa að missa heldur ekki fókus á því sem við leggjum upp með að fara stað inn í. En hvað svona, þú talar að eins og sem við vitum að skuldastaðan er erfið og það hafa verið miklu vextaverkir. En hvaða framkvæmdir eru svona brýnar? Hvað er það sem er nauðsynlegt að þið farið í á næstu árum? Það er í rauninni sko, núna það er við vorum nú bara einmitt að samþykkja útboð á áfanga 2 fyrir Stekkiskóla sem er þriði grunnskólinn á Selfossi, það er þessi grunnskóli BS sem er Stokkseyri-Eyrarbakki og það er bara risastór framkvæmd sem er komin af stað og við þurfum að halda áfram með og er náttúrulega bara innviður sem þarf að vera til staðar og það er náttúrulega skóli sem er búin að liggja verið í kortunum í mjög langan tíma. Má alveg kannski spyrja sig hvort það hefur farið á seinta stað á sínum tíma, ég ætla ekki að fara út í það hér. Það í Björk? Það er í Björkustykkinni, já. Og þar að leiðandi var farið að stað út í ákveðna svona bráðabirgða
lausnir sem kostar rosalega mikið, þó ég vilji meina að akkurat í þessu tilfelli séu það mjög flott bráðabirgðalausn sem við munum geta nýtt í annað og því að við erum líka sko komin bara á damp með næsta leikskóla, skilurðu, vöxturinn svo mikill og sem frábært, skilurðu, en við þurfum bara svo það náttúrulega hreinsistöðin, þú veist, við erum búin að vera kolrangstað þar í mjög langan tíma og við þurfum bara að fara að sýna ábyrgð þar og það farið af stað, vinna þar, jarðvinnan, hún að fara í gang og svo bara varðandi vatnsöflun og bara stækkanir, það allt einhvern veginn að springa út hjá okkur. En hvernig staðan með, því að nú var töluvert mikið rætt það í kosningunum meðal annars með heita vatnið, Já. Hvernig staðan með heitt og kalt vatn í Árborg? Hún hamlandi, það bara staðreynd, ég ætla bara að segja hlutin eins og þeir eru. Við höfum vatn núna og en við þurfum og auðvitað þetta eiginlega verkefni og ekki bara eitthvað sem við sem sveitarfélagi Árborg erum að glíma við, þetta fleiri sveitarfélög, en við erum farin að stað þar, við þurfum að víkka svæðið, við þurfum að horfa aðeins lengra út, við höfum svolítið verið kannski og erum að bora tilraunarholur á svæði sem það alltaf þessi hætta að þú borir og hittir jackpot og þá bara minnkar í næstu hólu, við erum svolítið að vinna á sama svæði og við þurfum svolítið að horfa út fyrir það. Ég hef verið að eiga viðræði við bændur í kringum Selfoss og höfum bara farið að stað þar strax og viljum sýna að við höfum fullan hug á því að reyna að leysa það, en auðvitað þetta eitthvað svona sem eitthvað sem þú finnur ekki vatn og tengir þið inn á og þetta ekki eitthvað sem gerist á stuttum tíma, þetta allt svona til langtíma, en við verðum alltaf að vera á tánum þarna, við verðum að tryggja okkur þessi réttindi til að leita og það það sem við erum farin að stað að gera strax. Og við erum með frábært starfsfólk, skilurðu hjá okkur, sviðsstjóra og fólk sem að vinna að þessu með okkur, en þú veist, auðvitað það þannig sem með sveitafélag, það mjög mörg horfna lítið, þetta svo viðfermt og það má bara aldrei sofna á þessum verði, gagnvart þessu, veist, því að þetta hamlandi. Já, það lítur að segja sig 3-6% vöxtu, það þurfa meira vatn. Já, og það bara þannig, já, og við höfum verið bara varandi kalda vatni líka, það við höfum þurft að horfa til vatnsöflunar bara bæði í heitu og köldu. En svona að þessum atvinnumálum, því að nú hefur maður tekið eftir þessum mikla vexti og maður velti því fyrir sér, er að byggjast upp svona mikil atvinna í Árborg, fólk að sækja vinnu utan sveitarfélagsins og flytja þau orðin svona jaðar af höfuðborgarsvæðinu og fólk bara sækir vinnuna þanga, hvað dregur fólki á Árborg og hvar eru störfin samhliða þessari uppbyggingu? Alltaf augljóst og allir vilja búa í sveitarfélaginu Árborg. Það fyrir utan bara hvað, þetta fallegt allt og við erum með flotta miðbæ og en svona öllu ganni sleftu, þá fólk að flytja bara og keyra til Reykjavíkur mjög mikið. Það þannig að það ennþá töluvert ódýrara húsnæði og ef við horfum til bara, nú stendur mér nærri ungt fólk 30 með 1 barn sem að kaupi sér íbúð hér í Reykjavík fyrir 59.900 fyrir 2 árum, það getur selt jafnvel 8-10 í dag og keypti sér þá parhús á jarðhæð með garði fyrir sömu upphæð eða bara eldra einbýlishús sem að það getur svo stýrt í hvernig það fer í að lagfæra og gera, þú veist, en fær skilur þetta frelsi sem fylgir því að vera með garð og vera í einbýli, þú veist, þetta auðvitað alltaf freistandi og maður skilur það mjög vel og við erum að fá mikið ungu fólki til okkar sem í þessum svona hugleiðingum og við vitum alveg hvernig með unga fólki, það engin fyrirstæði að keyra eitthvað klukkutíma, þú veist, þau hugsa það ekki þannig og maður hefur sjálfur verið þeirri stöð að keyra á milli og það ekkert mál, þú veist, þetta en svo erum við líka að horfa til starfa án staðsetninga, við erum komið frábæra aðstöðu heima í gamla Landsbankahúsinu og ég mig langar bara að nefna það sérstaklega að það bara einstakt, það frábært starfsumhverfi og mjög góðu verði ef þú hugsar til þess fyrir utan kolefnissporið og allt sem þú ert að leggja til bara til umhverfisins með því að og fyrirtæki farin að horfa mikið meira til þess að fólk sé að vinna heima á móti, jafnvel 2 daga í viku og 3 daga í viku og þá að geta verið á eins og þar á svona skrifstofu náttúrulega bara algjörlega frábært og ég held að við séum að verða, held að ekkert við erum orðið svona útkverfi bara og það verið að bæta auðvitað alltaf gatnagerðina, búið að vera
svolítið svona eins og við þekkjum bæði að keyra þarna milli Hveragerðis Selfoss tekur hérna alveg á taugarnar en þetta, þú veist, þetta verður betra og ég alltaf að verða betra og ég ef að veðurguðirnir okkur hlýðallir, það var aðeins svona högtan í vetur, fengum við náttúrulega óheimjum slæman vetur. Já, þetta var slæman vetur. Já. En hann það nú ekkert alltaf. Nei, og það mjög sjaldgæft sem betur fer. Að þá fólk að keyra á milli, fólk að stunda vinnu heima, þú veist, að hérna flytja í þetta frelsi að geta verið á hérna í einbýli, með garð, verið með börnin, en á móti þess vegna erum við líka að fá svona opbáslega vaxtaverki, miklu vaxtaverki þegar kemur leikskóli grunnskólum. En hvað með atvinnutækifæri framtíðarinnar? Hvað liggja þau? Sko við höfum, eitt af okkar kosningaloforðum var að móta stefnu í atvinnumálum og við ætlum okkur að gera það. Við erum að upplifa að það hamlandi aðeins hérna með vatnið, hvaða leið við ætlum að fara. Við höfum verið að horfa til annarra sveitarfélaga sem hafa verið að gera mjög flotta hluti eins og Akranes, þeir að móta sér stefnu, laða sér ákveðna gerðafyrirtækjum. Eins og hérna samsetningi hjá okkur, við erum þjónustu kjarni og þannig verður auðvitað Selfoss til og við erum með hérna mjög sterkar hérna atvinnugreinar þegar kemur að bara matvælaframleiðslu, við erum með mjólkurbúð og við erum með sláturhúsið og við höfum rætt það og ég hef mikinn áhuga því að efla ef við getum elt hérna háskólasamfélagið og komið á fót jafnvel einhverjum svona hérna kjarna þar sem væri verið að efla þær greinar sem að hérna bændur þarna í kring eru náttúrulega mjög mikill í matvælaframleiðslu hérna við erum með gróðurhúsin og við erum með róur og þú veist blómkál og allt þetta þú veist það mjög mikil gróska allt kring við erum náttúrulega með mjög hérna flotta bændur og langar að efla það, þú veist, hvernig getum við unni betur að því frumkvæla starfi sem þyrfti að hérna, sem þarf að eiga sér stað, þú veist, vettvangur fyrir bændur til að þróa sína vöru þannig að við getum þá elt atvinnulífið á okkar svæði, þar sem við erum sterk, í þeim greinum sem við erum sterk, en auðvitað bjóðum við alla velkomna. Það verið að klára deiliskipula núna af atvinnulóðum sem eru í rauninni við innkomu bæjarins. Það sem að kemur til með að verða náttúrulega svolítið svona með tilkomin nýju hérna þegar nýja brúin kemur. Já. Það svæðir svolítið að breytast og við erum að horfa á það svona í heild sinni. Ég ætla einmitt að spyrja það út í það, hvað svona, hvort að þið lítið á þetta sem ógn eða hvernig þið eru að horfa á þessa nýju brú og Nei, við lítum alls ekki á það sem ógn. Skipulagsmálin og annað tengslum við það. Nei, við fögnum brúnni. Deilumálið finnst mér frekar að vera hvort að við erum að vera að borga fyrir að fara yfir en eða ekki, skilur sem svo bara allt annað mál og allt annað þáttur, já. En hérna, sko, nei, eins og staðan í dag þá bara getum við ekki beðið eftir brúnni vegna þess að við erum komið hennan nýja miðbæ, við erum komið með hérna aðdráttarafl sem að hérna við finnum bara mjög sterkt fyrir, bara núna þegar ég lagði á stað hérna að hitta þig þá fór ég hringtorgið fyrir frá miðbæinn og þar stóð Guðni Ágústsson með hérna styttu Egils og það verið svona 70 manns fyrir framan hann og hérna og þetta voru eldri borgarar klárlega og hérna það bara svona hópar út allt, þetta svolítið bara eins og vera komið til útlanda og hérna við höfum þar alveg þetta aðdráttarafl sem að í rauninni við vorum alltaf að tala að fólk kæmi til okkar til þess að nota þjónustuna. Veist, til þess að versla, til þess að fara út að borða, til þess að hérna fara í afþreyingu, en þeir sem að keyra í gegn, sem alltaf ótrúlega mikið af stórum bílum, þú veist, að þeir geti þá farið, hraðar yfir og farið hérna framhjá. Já, upplifunum verður kannski bara betri fyrir viki fyrir þá sem að koma að nýta þjónustuna, verður ekki með alla umferðina líka. Algjörlega, og það hérna, við finnum það bara núna þegar landsmót var á Hellu og við vorum með hérna kótilettun á Selfossi, og þingslin nú horfi ég bara út á brúna út skrifstofuna hjá mér og það bara mikil þingsl alla daga, það bara mánudag, þriðjudag, það skiptir ekki máli, það bara þessi tími sem fólk að ferðast, á ferðinni meira og hérna sem vel og frábært og við fögnum. En maður finnur það stundum þegar maður ekki fara austur að rauðin við Kögunarhól sko. Já, lengra og jafnvel sko. Já, og við vorum að hvetja til dæmis við settum út fréttatilkynningu fyrir síðustu helgi að hvetja fólk til að fara þrengslin, koma Eyrarbakkaveg og koma þeim megin og hérna, en það oft líka þrengsli þar. Já. Þú veist, þetta orðið bara hérna, þetta bara aðsóknin orðið svo mikil. Svona kannski loka spurningin bara nú búið að gefa út nýtt fasteignamat fyrir árið 2023 og maður tekur eftir því að það hækkar umtalsvert í Árborg en það hafa verið mikið fasteignaviðskipti þar.
Hver svona ykkar stefna varðandi þessi mál? Já, við höfum bara gefið það út og gerum það strax að við munum skoða það að koma til móts við íbúa og lækka prósentuna og fyrir bara í það núna þegar auðvitað fólk svolítið stundum að miskilja þetta sé að koma núna strax til innheimtu en þetta auðvitað bara fyrir 2023 og við gáum út bara yfirlýsingu að við munum leggjast yfir þetta og mæta fólki til að mjög mikilvægt, það er það mikið að hækkunum í kortunum bara gagvart, við finnum að matakarfan var að hækka og ég meina og bara eldsneyti og þannig að við viljum að sjálfsög koma til móts við íbúa og munum gera það er alveg á hreinu en leið fögnum við í þetta að fasteigna mat sé að hækka hjá okkur við það þýðir það að það er arbært að kaupa sér húsnæði á okkar svæði og við viljum hafa það þannig að fólk að því þetta eru það stærsta fjárfestingar sem þú gerir að fjárfesta í húsnæði og þú vilt vanda valið og fara þannig stað að þú að fjárfestingunni þinni sé vel borgið. En þið ætlaðu að koma til móts við skatta? Við munum gera það, klárlega. Þetta eru góð skilaboð í lokin. Við látum þetta vera lokaorðin á þessum 63. þætti af pólitíkinni. Það verður spennandi að fylgjast með þróun mála í Árborg á næstu árum undir stjórn sjálfstæðismanna. Kæra þakki fyrir komuna Fjóla, gangið er vel og ykkur öllum í ykkar störfum á komandi árum. Ykkur sem hafið fylgst með, þakka ég fyrir samfylgdina. Hittumst heil.